Við þurfum að passa okkur á þessu hérna tilviki. Hvað gerum við þegar við höfnum ekki núlltilgátunni? Hvað gerum við þegar við höfnum ekki núlltilgátunni? Þá sjáum við það að minnstakosti 2 hlutir í boði. Ef ég hafna ekki núlltilgátunni, þá getur vel verið að það sé bara rétt ályktun, það er engin munur. En það getur líka verið ég sé að gera vill að gera 2. Og það geta verið margar ástæður fyrir því að tilgátupróf er ekki hafnað. Ef ég er ekki með nógu mikið af mælingum, þá er ég með lítið styrk og þá er svolítil hætta á vill að gera 2. En það getur líka verið að núlltilgáta sé raun sönn og raun og veru þriðji möguleikinn að við séum með líkan sem hæfir ekki á gögnum, við séum ekki að mæla nægilega vel eða það séu einhverjar aðrar skýribreytur sem við þurfum að taka tillit til þess að við höfum ekki mælt. Einhverjar forsendur standist ekki. Við getum ekkert fullyrt hver ofangreindra ástæða er sanna ástæða. Það er erfitt að meta nákvæmlega hversu mikið styrk við höfum þótt að við séum með mikið fjölda mælinga ef við núna nefnum einhvern lítinn mun, þá getur líka verið erfitt að fullyrða hann. En við megum þannig við getum ekkert fullyrt. Sko, ég hafna ekki núlltilgátunni og þess vegna ætla ég að fullyrða, jú, það er engin munur. Við megum ekki draga svo sterkar fullyrðingar, við megum alveg fara rök fyrir því okkur finnist einhverja ein ofangreindra ástæða vera svo sennilegasta. Ég mun aðeins og eftir tala hvernig við fara rök fyrir því að núlltilgátan sé kannski ekki raun sönn, við viljum ekki fullyrða núlltilgátuna, við viljum samt draga einhver ályktun muninn og stundum hafa verið gerðir einhverjir styrkútreikningar sem sýna fram á að miðað við ákveðnar forsendur þá sé styrkurinn mjög mikill eða þá að í þessum tilteknu gögnum sem við erum með þá séum við ofboðslega lítið styrk. Ef við værum kannski bara með 20% styrk, þá væri bara 20% líkur að við gætum dregið fullyrðingu og þá væri líklegt að ástæða fyrir því að við höfnum ekki núlltilgátuna væri bara einfaldlega svo að við séum með lítið styrk. Öryggisspil og tilgátupróf eru svona eins og tvær hliðar á sama peningnum eða þau eru algjörlega nátengd og haldast í hendur. Ef að við muniði þetta er alfa sem var líka kom fyrir þegar við tala öryggisspil, en þá vorum við að tengja það við öryggismörkin og öryggið í öryggisspilinu. Núna er alfað eitthvað sem að stýrir líkonum á vill að gera neitt. En ef að við erum með sama alfagildi fyrir bæði öryggisspil og tilgátupróf fyrir sömu lýsistarna, þá er það jafngilt að annars vegar, og jafngilt þýðir að ef efra gildir, þá gildir neðra líka. Eða ef neðra gildir, þá gildir efra líka. Þetta er sami hluturinn, hvort leiðir af öðru. Ef alfastig er það sama fyrir bæði öryggisspil og tilgátuprófið, þá höfnum við núlltilgátunni ef að öryggisspil sem við reiknum fyrir lýsistærð inniheldur ekki það gildi á lýsistærðinu. Ef ég vil til dæmis sýna fram á að það sé munur á kaffineyslu kennara og annarra, þá myndi ég vilja kannski hafna, núlltilgáta hlutlausa ástandið væri þá til dæmis svo að munurinn í meðal kaffineyslu kennara og annarra sé 0. Þessi munur sé 0. Ef að ég hafna þessari núlltilgátu að munurinn á kaffineyslu kennara og annarra sé 0, þá er það jafngilt því, þá hefði það líka gerst eða það gerist á nákvæmlega sama tíma og það gerist alltaf samhliða að öryggisspilið sem við reiknum fyrir lýsistærðina, ef ég ætla að reikna öryggisspil fyrir muninn á kaffineyslu kennara og annarra, að þá myndi öryggisspilið ekki innihalda gildi 0. Öryggisspilið væri annaðhvort allt fyrir ofan 0 eða allt fyrir neðan 0. Og nú kemur að þess að ég var aðeins að tala hvað við viljum sýna fram á engan mun. Hvað ef ég myndi vilja, ef ég tel að það sé bara engin munur á kaffineyslu kennara og annarra, hvernig get ég fullyrt það? Hvernig get ég sýnt það?
Og þá ég í smá vanda vegna þess að tilgátupróf, þau gagnast okkur fyrst og fremst til þess að sýna fram á að sé munur einhvers staðar, en þau eru ekki hönnuð til þess að sýna fram á eitthvað hlutlaust ástand. Það eru til dæmi svona leiðir til þess að reyna að setja próf til þess að gera svipað, en þá eru það próf sem reyna að sýna fram á að munur sé ekki meira en svo og svo mikill. Vegna þess að munið að við fullyrðum aldrei núlltilgátu, við segjum aldrei að núlltilgáta sé sönn. Þannig að ef við viljum sýna fram á þessi lítill munur, þá miklu betra að gera það bara með öryggisspjölum. Segjum sem svo að ég sé að skoða muninn á kaffineyslu kennara og annarra og ég sé búin að mæla hver munurinn á kaffineyslu kennara og annarra að meðaltali. Og ég fengi að öryggisspjali fyrir muninn næði frá mínus 10 millilítrum upp í 10 millilítra. Nú ég með eitthvað alveg ýkt ástand. Að ég væri búin að framkvæma svo ítarlega rannsókn og það verið svo lítill munur að þetta öryggisspjali væri frá mínus 10 millilítrum upp í plus 10 millilítra. Ja, þá get ég sagt, ég get allavega fullyrt að það er ekki mikill munur á kaffineyslu kennara og annarra vegna þess að mesti sunnalegi munur er ekki meiri en 10 millilítrar. Það er þannig sem fyrir maður vilja sýna fram á eitthvað sé svipað. Að lokum ætla ég að fara yfir hvernig við framkvæmum almennt tilgátupróf. Það er hérna 6 skref. Fyrst er að ákveða hvaða tilgátupróf er viðeigandi fyrir þau gögn sem við höfum. Og þið munuð í næstu köflum, eiginlega það sem eftir er bókarinnar, við bara að fara í mismunandi gerðir af tilgátuprófum fyrir mismunandi gerðir af breytum og mismunandi gerðir af sambandi sem við viljum sýna fram. Við viljum ákveða hæstu ásættanlegu villilíkur. Ég var að tala um að það væri algengt að miða það við 5%. Við viljum setja fram núlltilgátu, reyna að átta okkur á því hvað er þá eitthvað hlutlaust ástand með það sem ég er að reyna að fullyrða og ákveða hvort ég vilja hafa einhliða eða tvíhliða próf. Ég þarf að reikna þessa prófstærð sem svara til tilgátuprófsins og ég vil annaðhvort kanna hvort að prófstærðin falli á höfnunarsvæði eða kanna hvert p-gildið er. Þið munið að ef p-gildið er minna en villilíkurnar, þá veit ég að prófstærðin fellur á höfnunarsvæði. Og að lokum dreg ég ályktun út frá því. Ef ég fæ lágt p-gildi eða ef að prófstærð fellur á höfnunarsvæði, þá hafna ég núlltilgátuna og næ að fullyrða gagntilgátuna. Ef að ég fæ hátt p-gildi og prófstærðin fellur ekki á höfnunarsvæði, þá dreg ég enga ályktun. Þá erum við búin með kaflann um ályktunartölfræði.